Á fjórða tug var bjargað í land þegar olíuskip og flutningaskip rákust saman úti fyrir ströndum Bretlands. Mikill eldur kviknaði og þotueldsneyti lak í sjóinn. Fjármálaráðherra segir að tillögur fulltrúa ríkis og lífeyrissjóða uppgjör á húsbréfum fyrir 650 milljarða króna vegna ÍL-sjóðs sé viðunandi niðurstaða fyrir alla. Úkraínumenn vilja gera vopnahlé við Rússa í lofti og á sjó. Forseti Úkraínu kom til Sádi-Arabíu í dag þar sem til stendur að ræða tillöguna. Formaður Eflingar leggur til að sektir verði lagðar á vinnuveitendur sem verða uppvísir af launaþjófnaði. Launaþjófnaður er refsilaus og viðgengst víða. Kostnaður vegna slysa og óhappa á 3 gatnamótum í Reykjavík á 5 ára tímabili var nærri 3 milljarðar króna. Flest slys á fólki verða á mótum Miklubrautar og Grensásvegar. Gott kvöld. 37 hefur verið bjargað eftir árekstur 2 skipa úti fyrir ströndum Bretlands í morgun. Annað skipið flutti þotueldsneyti, í farmi hins var banvænt eitur. Rétt fyrir klukkan 10 í morgun barst tilkynningin. 2 skip rákust saman í Norðursjó úti fyrir Grimsby og Hull. Hér siglir portugalska flutningaskipið Solong á 16 hnúta hraða, sem eru tæplega 30 km á klukkustund. Það hægir ekki á sér og skellur á olíuskipinu Stena Immaculate sem lá við akkeri. Stena flutti þotueldsneyti og í farmi Solong var natriumblásýrusalt. Það er eitra duft og getur snerting eða návígi við efnið verið banvænt. Mikill eldur logaði og eldsneyti lekur í sjóinn. Fljótlega bárust fregnir af því að verið var að bjarga skipverjum í höfn í Grimsby. The only condition I can tell you is that they were alive. And we didn't see the area was sectioned off by the police. Obviously, it's not a thing you want to go and have a look at. I don't know to what extent, but I do know that they were all alive. En óljóst hvað olli slysinu og hver umhverfis áhrifin verða. Breskir miðlar hafa eftir þingmanni að hann telji að öllum hafi verið bjargað og aðeins einn sé á spítala. Ráðgjafarnefnd fjármálaráðherra og lífeyrissjóðanna hefur lagt fram tillögu til lausnar á rúmlega 650 milljarða skuldavanda ÍL-sjóðs. Allir vilja losna við þetta mál, segir fjármálaráðherra. ÍL-sjóður var stofnaður 2019 til að halda utan 100 milljarða króna tap Íbúðalánasjóðs. Tapið má í stuttu máli rekja til 2004 þegar húsbréfakerfið var lagt niður og ákveðið að Íbúðalánasjóður gæti veitt íbúðalán sem leyfilegt væri að greiða upp. Sett var á laggirnar rannsóknarnefnd Alþingis Íbúðalánasjóð og hún skilaði af sér 2013. Fyrir 3 árum kynnti þáverandi fjármálaráðherra afleita stöðu ÍL-sjóðs og var talið að sjóðurinn stefndi í greiðsluþrot. Stærstur hluti kröfuhafa sjóðsins voru lífeyrissjóðir. Síðan þá hefur ríkið reynt að ná samkomulagi við kröfuhafana uppgjör skulda sjóðsins. Og nú hefur sérstök viðræðunefnd fjármálaráðherra og ráðgjafa lífeyrissjóða loksins náð saman tillögur að uppgjöri. Það er mjög gott að þetta mál er að finna sér farveg sem getur leitt til lausna. Samkvæmt tillögunum fá kröfuhafarnir 651 milljarð króna frá ríkissjóði og ÍL-sjóði í formi ríkisskuldabréfa að langstærstum hluta en einnig önnur verðbréf, gjaldeyri og reiðufé. Og þó að upphæðirnar séu þetta stórar að þá verður að taka tilliti þess að óbreyttu er þetta hagfelldari lausn heldur en að bíða. Lífeyrissjóður þurfa nú hver fyrir sig að skoða tillögurnar og tilkynna svo afstöðu sína til þeirra og kröfuhafa fundi eftir nokkrar vikur. 75% kröfuhafa þurfa að samþykkja. Verði það gert þarf svo Alþingi að samþykkja fjáraukalaga frumvarp sama efnis. Ég held að allir aðilar vilji losna við þetta mál. Þetta hvílir bæði á lífeyrissjóðunum og ríkinu. Þetta er eins og svona allir góðu samningar ásættanlegasta niðurstaðan fyrir alla aðila. Volodymyr Zelenský kom til Sádi-Arabíu síðdegis þar sem Úkraínumenn og Bandaríkjamenn ætla að ræða framhald stríðsins. Úkraínumenn vilja vopnahlé í lofti og á sjó. Eftir hörmungarfundin í Hvíta húsinu sagði Zelenský að friður væri ekki í augsýn, en nú er hljóðið annað. Úkraínumenn funda með Bandaríkjamönnum í Sádi-Arabíu í kvöld með tillögu
vopnahlé í lofti og á sjó. Það myndi til dæmis binda enda á loftárásir á báða bóga. Rússar eru sagðir hafa drepið minnst 25 í slíkum árásum helgina. Landhernaður héldu þó áfram bæði í austurhéruðum Úkraínu og í Kurskhéraði í Rússlandi. Samhliða fundum Úkraínumanna og Bandaríkjanna í Jeddah í Sádi-Arabíu Zelenski í opinberri heimsókn þar í boði Mohammeds bin Salmans krónprins, en hann sest þó ekki persónulega við samningaborðið. Þetta í annað sinn á örfáum vikum sem augu heimsins eru á þessu vellauðuga konungsdæmi vegna Úkraínustríðsins. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ræddu þar saman í febrúar. Og það ekki tilviljun. Krónprinsinn hefur verið utanveltu í alþjóðasamfélaginu síðan blaðamaðurinn Jamal Khashoggi var drepinn í sendiráði landsins í Tyrklandi 2018. Honum gæti tekist að lappa upp á ímynd sína ef Sátar ná að hjálpa til við að stilla til friðar í Úkraínu. Það skýrist síðar í kvöld eða á morgun hver niðurstaða fundarins verður. Finnst Bandaríkjamönnum vopnahléstillaga Úkraínumanna góð eða ekki? Og svo kannski það sem skiptir meira máli og algjörlega óvíst, geta Rússar hugsað sér að kvitta undir. Sveitarstjórar á Vesturlandi vilja að farið verði í bráðaaðgerðir á vegum í sumar. Samgönguráðherra vill taka málið upp í ráðherranefnd ríkisfjármál. Allir sveitarstjórar á Vesturlandi funduðu með forsætisráðherra, fjármálaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í stjórnarráðinu í morgun. Þau fóru yfir það hver alvarleg staðan í vegakerfi Vesturlands. Fleiri og þyngri bílar aka vegina en áður sem eykur þörf á viðhaldi. Reiknað með að umferð á þjóðvegum aukist 15 til 20% á næstu 5 árum. Þetta kemur fram í minnisblaði sem ráðherra lagði fram á ríkisstjórnarfundi. Búið að finna leið til að koma fjármagni í viðhald? Nei, ekki ennþá. Eyjólfur hefur óskað eftir því að ræða lausnir í ráðherranefnd ríkisfjármál. Hægt væri að leita í almenna varasjóð ríkissjóðs eða fara í fjárauka. Almenni varasjóðin mjög einföld lausn. Það fyrir ekki með fyrir þingið og ég tel að það standist alveg lögum opinber fjármál að fara þá leið. Þá hefur Eyjólfur óskað eftir áætlun frá Vegagerðinni hvaða bráðaviðgerðir sé raunhæft að ráðast í sumar. Því lengur sem tíminn líður, því minna getum við gert í sumar. Sveitarstjórarnir sögðust bjartsýnir en lögðu áherslu á að hlutur Vesturlands í samgönguáætlun verði aukinn frá því sem gert var ráð fyrir í drögum 2023. Þá var hlutur Vesturlands afar rýr, eða 700 milljónir á næstu 5 árum af yfir 44 milljörðum sem bara á landsbyggðina. Við munum ekki sætta okkur við það að þannig staða verði uppi. Sveitarstjórarnir komu mislangt að en öllum hafi verið ljóst að ástandið væri síst að batna. Ég búin að fara 3 ferðir á 6 dögum og í öll skiptin mæti ég Vegagerðinni sem að mókun í holur. Þrenn gatnamót við Miklubraut eru meðal hættulegustu gatnamóta landsins. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir það ekki koma óvart enda umferð þau mjög mikil. Gatnamótin hér þar sem Kringlumýrarbraut og Miklubraut mætast eru meðal varasömustu gatnamóta landsins í þéttbýli ásamt þeir næstu 2 fyrir austan með Háleiðsbraut og Grensásveg. Á 5 ára tímabili frá árinu 2019 til 2023 urðu hér nærri 500 slys eða óhöpp og meiðst á fólki í 40 tilvikum samkvæmt tölum frá Samgöngustofu þar sem lögregla eða árekstur.is voru kölluð til. Við þetta bætast tölur mörg hundruð önnur umferðaróhöpp frá tryggingafélögunum þar sem tilvik voru væntanlega ekki eins alvarleg. Samgöngustofa hefur tekið saman kostnað vegna slysa og óhappa á þessum 3 gatnamótum fyrir umrætt tímabil á verðlagi ársins 2023. Þar kemur í ljós að tjón á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar var tæplega 1,1 milljarður króna, nærri 600 milljónir á mótunum við Háleiðsbraut og tæplega 1,2 milljarðar á mótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar, alls nærri 3 milljarðar króna. Þetta eru mörg óhöpp og mikið tjón sem þarf kannski ekki að koma óvart miðað við þann fjölda sem þar fer Nei, alls ekkert óeðlilegt. Hérna mikil umferð nánast allan sólarhringinn. Þannig að það ósköp eðlilegt að hérna verða flest af umferðar óhöppunum. Árni segir að á mótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar sé að það snegna tjón sem verða til dæmis vegna aftan á keisla og að ökumenn fari yfir á rauðu ljósi og lendi í vanda. Ekki sem mikill hraði á þessum gatnamótum. Svo tökum við til dæmis gatnamótin hérna Miklubraut Grensásvegi. Þar meira af slysum á fólki í líkamstjón. Og það eitthvað sem við þurfum að skoða ásamt veghaldara. Þar sé vantarlega meiri hraði en af umferðinni almennt segir Árni að nú sé bæði hjóla og bifhjóla fólk að koma á göturnar í auknum mæli og ákveðin árstíðaskipti í umferðinni.
Já, það er svona, við getum orðað þannig, það er svona smá vor í lofti og við erum byrjað að sjá strax bara núna síðastliðna viku aukinn hraða. Við erum að fá fleiri inn í okkar mælingar á meiri hraða. Á sama tíma erum við að fá líka umferðaróhöpp með slysum og tjónum á fólki, til dæmis að næturlagi og eldsnemma á morgnana, því þá er ennþá hálka. Þannig að þessi tími núna mars og inn í apríl er svona dálítið erfiður með þetta. Það er að segja, það getur verið gott yfir daginn en svo á kvöldinu og nóttunni að þá verða bara aðrar aðstæður. Umræða sjálfstæði og yfirlýsingar Bandaríkjaforseta að hann vilji taka yfir Grænland sitja svipa á þingkosningar þar á morgun. Grænlendingar eru óvanir athyglinni sem umheimurinn sýnir þessum kosningum. Það átti að kjósa í apríl en formaður landsstjórnarinnar boðaði til kosninga fyrr vegna víðsjárveðra tíma. Jeg synes, det er skæbnernes valg, vi har. Det første, vi er nødt til at gøre lige efter valget, det er at gøre det endnu mere klart. Grønland tilhører grønlænderne. Það 31 sæti á grænlenska þinginu. Inuit Ataqatigiit eða EA flokkur EGD með flest sæti eða 12. Næstæstur Siumut með 10 og saman mynda þessir 2 flokkar landstjórn Grænlands. Stjórnar andstöðu flokkarnir Nalerak, Demokratit og Atassut skipta með sér 9 sætum. Allir þessir 5 flokkar bjóða fram aftur og sá 7. hefur bæst við. Hann heitir Quellek og helsta baráttuefni hans sjálfstæði Grænlands. Det meget spændende. Jeg vil sige, der måske mere presse end der med lokale mennesker. Umheimurinn hefur óvenjulega mikinn áhuga á þessum kosningum sem skýrist af þessu. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. The reason why the Trump government has shown a new interest for Greenland is due to the fact that Greenland is moving fast ahead towards more independence. En þótt sjálfstæði virðist efst á baugi þá eru kjósendum önnur og fleiri mál hugleikin. Kunnulegt stef, heilbrigðismál, efnahagsmál og menntamál. Kjördagur á morgun og búist við niðurstöðum á miðvikudagsmorgun. Það ógjörningur að spá fyrir úrslitin. Engin skoðanakönnun virðist hafa verið gerð frá því að boðað var til kosningana. Sumir atvinnurekendur eru búnir að koma sér upp viðskiptamódeli sem snýst það að svindla á fólki, segir formaður Eflingar. Hún vill að vinnuveitendur sem stundi launaþjófnað verði látnir greiða sektir. Í 6 ár hefur Efling stéttarfélag barist fyrir upprætingu launaþjófnaðar, en það þegar fólk var ekki borguð réttu laun miðað við ráðningarsamning og eða þegar fólk var ekki greitt í samræmi við tímastimplanir eða þegar fólk var ekki orlofsuppbætur og desemberuppbætur. Það verið mjög fjölbreyttur og stundum hann stórtækur og stundum hann í minni sniðum og það getur tekið fólk langan tíma að átta sig á því hvað í gangi. Við sem höfum lifað og starfað hér á þessu landi lengi og erum fædd hér, kannumst kannski ekki mikið við þetta, en þetta viðvarandi vandamál, sérstaklega þegar kemur á aðfluttu verkafólki. Hún segir launaþjófnað viðgangast í veitingageiranum, ræstingageiranum, byggingageiranum og víðar. Og sumir atvinnurekendur einfaldlega eru búin að koma sér upp vissu viðskiptamódeli sem að snýst það að svindla á fólki, einn einstaklingur áttar sig á því, launin hjá honum eru leiðrétt en ekki hjá hinum og svona hægt að láta þetta rulla og í stað þess að hætta þessum svikum og þessum launaþjófnaði þá hún haldið áfram þangað til að fólk fattar hann. Þá gert upp, manneskjan mögulega hættur og það kemur þá nýtt fórnarlamb í staðinn. Erlent starfsfólk sé sérstaklega útsett fyrir launaþjófnaði. Yfirleitt eru málin gerð upp en stöku sinnum rati þau fyrir dómstóla. Við og við hafi fólk ekkert í höndunum. Það hefur ekki fengið launaseðla, það hefur ekki aðgang að tímaskýrslum, þannig að í þeim tilfellum bæði erfitt að gera kröfur og svo gefst fólk því miður stundum upp. Áttar sig á því að það bara of umfangsmikið verkefni finnst þeim að safna gögnunum saman og gefst upp. En við auðvitað hvetjum alla til þess að koma til okkar og við reynum alltaf að gera okkar besta til þess að vinna kröfu, en þetta því miður ástandið á íslensku vinnumarkaði hjá verka- og láglaunafólki. Efling hefur barist fyrir því sem hún kallar févíti. Þannig að vinnuveitandanum sé gert að borga sekt. Við teljum að það sé á endanum það eina sem að muni stöðva þessa hegðun. Vegna þess eins ótrúlegt og það virðist vera, þá raunverulega þetta refsilaus glæpur á Íslandi í dag. Aukaverkanir af notkun svefnlyfja geta verið meiri en ávinningurinn, segir heilbrigðisráðherra.
7% landsmanna fengu uppáskrifið svefnlyf í fyrra. Íslendingar nota mun meira af svefnlyfjum og slævandi lyfjum en aðrar Norðurlandaþjóðir. Samkvæmt tölum frá landlæknisembættinu nota Íslendingar 5 sinnum meira af svefnlyfjum en Danir og rúmlega 2 sinnum meira en Norðmenn. Notkun svefnlyfja mest í hópi eldri borgara. Tæplega 4 af hverjum 10 80 ára og eldri fengu uppáskrifað svefnlyf árið 2024 og tæplega fjórðungur fólks á aldrinum 67 til 79 ára. Alls fengu rúmlega 7% landsmanna uppáskrifað svefnlyf í fyrra. Heilbrigðisráðherra segir að skaðsemi svefnlyfjanotkunar sé oft meiri en ávinningurinn. Með svefnlyfjum sofni fólk það bil 7 mínútum fyrr og sofi 15 mínútum lengur. Aukaverkanir, sérstaklega hjá öldruðum, eru umtalsverðar. Svefnlyf geta valdið byltum og beinbrotum sem auðvitað mjög alvarlegt. Þau hafa áhrif á minni og einbeitingu og geta aukið áhættu á heilabilun. Landssamband eldri borgara hleypti árvekni átækinu Sofðu vel af stokkunum í dag. Alma segir mikilvægt að fólk sé upplýst kosti og galla svefnlyfja. Þetta árvekni átak miðar að því að upplýsa fólk þennan hver ávinningurinn í rauninni lítill en áhættan talsverð, sérstaklega hjá eldra fólki og hvetja fólk til að hætta á svefnlyfjum. Það þarf auðvitað að gera það með leiðbeiningum en það hægt að öðlast góðan svefn án lyfja. Víkingaleikmynd í Hornafirði hefur nýst í ferðaþjónustu í vel á annan áratug, þó að kvikmyndin sem þar átti að taka upp sé enn ógerð. Víkingaþorpið og ekki síður fjallið Vestrahorn laða kvikmyndagerðarfólk og auglýsingaframleiðendur til landsins. Við erum á leiðinni út á Stokksnes en þar hefur verið byggð upp ferðaþjónusta á jörðinni Horni. Fjallið Vestrahorn heillar mjög ljósmyndara og þar líka hægt að skoða Víkingaleikmyndina sem reist var fyrir 16 árum. Nú hefur Ómar Antonsson, landeigandi, sjálfur eignast þetta litla þykjustu þorp sem mikil smíði og þarfnast orðið mikils viðhalds. Það fyrst og fremst nýtt fyrir ferðafólk, það hefur gaman á að skoða þetta. En síðan það líka notað í bæði kvikmyndir og auglýsingatökur. Það 2 ár síðan að Vitsir var hérna og síðan búið að taka mikið af auglýsingum, svona stærri og smærri. Nýlega var frönsk kvikmynd tekin upp á Horni og tökum vegna auglýsingar fyrir netverslunarrisan Amazon nýlokið, svo eitthvað sé nefnt. Já, það aðalega fjallið, bara sem sé fyrst og fremst fyrir svona auglýsingar. Það var fjallið, sjórinn og vatnið og allt þetta samspil sem hér mikil bara falleg náttúra. Ómar hefur byggt upp bílastæði, göngustíga, kaffihús og gistingu fyrir ferðamenn og í sumar verður reist ný móttaka. Aðsóknin mikil og víkingaskipið Drakar bættist í safn leikmanna fyrir 2 árum. Þetta dularfulla skip komst í fréttirnar þegar það rak á fjörur forsetans ekki langt frá Bessastöðum fyrir rúmum 3 árum. Skipið var illa farið en Ómar vinnur að lagfæringum og brátt fara skildirnir á sinn stað. Já, ég keypti þannig í Kópavogi og þá var það sokkið þar og flutti það hér austur. Það var svona dálítið basl að koma því að það stórt, þetta 25 metrar langt skip og 6 metra breitt, þannig það kom sér í gegnum Jökulsárbrúna og það var svona basl að koma því inn í fljótið og það nú bara til að svona auka á kannski Víkingaþorpið að hafa meira að skoða. Forvitnir selaskoðarar eiga það til að fara of nærri íslenska landselnum sem í útrýmingarhættu. Selasetur Íslands ætlar að nota tæknina og bjóða gestum að upplifa lífríki selsins á sjálfbæran hátt. Það ekki fara á nærri selnum, ekki verið að borða, ekki verið með dróna, ekki verið að kasta ykkur í áttina og ekki verið með hávalæti. Þetta eru viðmið sem sérfræðingar selasetursins og Hvammstanga vilja að fólk fari eftir við selaskoðun, en þanga koma yfir 20.000 ferðamenn á ári og margir vonast til að sjá seli í sínum náttúrulegu heimkynnum. Þar ekki aðeins safn, heldur hafa þau í 20 ár rannsakað íslenska selastofna. Og hér eru staðsettir að jafnaði 2 vísindamenn frá Hafró sem að sinna þessum selarannsóknum. Íslenski landselurinn telst í útrýmingarhættu og selveiði við Ísland var bönnuð 2019. Sérfræðingar telja að áreiti frá ferðamönnum á hvíldartíma selana gæti verið að aukast. Selurinn náttúrulega ekki naglfastur. Ef áreitið var mikið, þá mun hann bara færa sig. Það mun koma því hann bara færi sig, þannig að selaskoðunarstaður, þessi vinsæll selaskoðunarstaður,
getur bara einfallega orðið þannig að það er ekki selur lengur. Þar kviknaði hugmyndin að búa til íslenska selaskoðunar upplifun í sýndarveruleika. Svona yfirleitt þar fylgir því eitthvað gönguferð og eitthvað svoleiðis sem að sumir náttúrulega bara treysta sér ekki í eða get ekki jafnvel sko. Þá gætu ferðamenn skoða selina á sjálfbæran hátt í návíi bæði ofan og neðansjávar. Þetta eru tvær ólíkar skepnur getur við sagt. Ef þú sér hann á landi, hann er frekar svona klunnalegur á landi, en svo þegar þú sér hann í sjó, þá náttúrulega hann bara, syndir hann bara, já, hann er rosalega lipur og fimur hvað var það sund. Verkefnið í þróun og verður tilbúið eftir það bil ár. Baldvin, hvað verður á dagskrá Kastljós í kvöld? Við ætlum að vera aðeins á svona atvinnulífsnótunum í kvöld. Við ætlum að fá til okkur 2 góða gesti til þess að ræða aðeins hugverkaiðnaðinn. Það svona stefnir í það að hann vaxi ennþá meira og verði jafnvel stærsta útflutningsgreinin okkar eftir bara nokkur ár. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta, koma aðeins inn á gervigreindina líka. Og svo ætlum við reynda líka að fjalla aðeins nýsköpunarfyrirtæki sem áreinda rætur að rekja aftur á 18. öld. Spurning hvort það sé hægt að kalla nýsköpunarfyrirtæki. Einmitt. Takk fyrir þetta, Baldvin. Og þá að veðri. Í dag hefur verið hvasst norðaustan til á landinu en í nótt dregur smám saman úr vindi. Á morgun verður vestlæg átt á landinu, yfirleitt 5 til 13 metrar og létt skýjað að mestu. Hiti 3 til 10 stig að deginum, hlýjast suðaustanlands en víða vægt frost í nótt. Kristín Hermannsdóttir fer yfir veðurspána eftir að Almar Ormarsson segir okkur allar helstu íþróttafréttir dagsins. Það gustar norska landsliðið í skíðastökki eftir að upp komst svindl. Skrattari liðsins og landsliðsþjálfarinn áttu við keppnisbúningana með ólögmætum hætti og hefur atvikið dreið dilk á eftir sér. FH og Afturelding áttust við í síðasta leik úrvalsdeildar karla í handbolta fyrir landsleikjahlé. Liðin eru bæði að berjast á toppnum. Og Albert Guðmundsson var mættur á ný í byrjunarlið Fiorentina í gær og lét hann að sér kveða. Íþróttir eftir augnablik. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Á 4. tug var bjargað í land þegar olíuskip og flutningaskip rákust saman úti fyrir ströndum Bretlands. Mikill eldur kviknaði og þotueldsneyti lak í sjóinn. Fjármálaráðherra segir að tillögur fulltrúa ríkis og lífeyrissjóða uppgjör á húsbréfum fyrir 650 milljarða króna vegna ÍL-sjóðs sé viðunandi niðurstaða fyrir alla. Úkraínumenn vilja gera vopnahlé við Rússa í lofti og á sjó. Forseti Úkraínu kom til Sádi-Arabíu í dag þar sem til stendur að ræða tillöguna. Formaður Eflingar leggur til að sektir verði lagðar á vinnuveitendur sem verða uppvísir að launaþjófnaði. Launaþjófnaði sé refsilaus og viðgangist víða. Það er þetta upptalið okkur í bili en 10 fréttir verða á sínum stað í kvöld bæði í útvarpi og í sjónvarpi. Þangað til, hafið það gott og verið sæl.